Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Skúli Helgason. Virðulegi forseti. Við ræðum hér kostulega tillögu Sjálfstæðisflokksins vantraust á ríkisstjórnina, þingrof og nýjar kosningar. Ég segi kostulega því hún er lögð fram 2 sólarhringum eftir að formaður Sjálfstæðisflokksins sór af sér í sjónvarpsviðtali að slík tillaga væri í burðarliðnum. Kostuleg því tillagan kom öðrum stjórnarandstöðuflokkum fullkomlega í opna skjöldu, enda eru þeir hvergi í hópi flutningsmanna. Kostuleg því tímasetningin gefur skýrt til kynna að tillagan fjallar í raun ekki vantraust á ríkisstjórnina, heldur hún tilkomin vegna þess að vantraustið á formanni Sjálfstæðisflokksins innan eigin flokks orðið honum óbærilegt. Þessi tillaga því í raun yfirlýsing vaxandi vantraust á forystu Sjálfstæðisflokksins. Tímasetning vantrauststillögunnar svo fráleit þegar við höfum í huga að það var sjálf forysta Sjálfstæðisflokksins sem studdi Icesave samningana sem felldir voru á laugardaginn. Hún sagði já við samningunum, en þegar fyrrverandi formaður flokksins Davíð Oddsson sendi forystunni eyrnafíkju í leiðara gærdagsins, þá kiknaði hún í hnjáliðunum og kastaði fram tillögu vantraust á ríkisstjórnina nokkrum klukkutímum síðar, rétt eins og einhvers konar taugaviðbragð væri að ræða. Þessi tillöguflutningur ber öll merki örvæntingar og óðagots. Tímasetningin fullkomlega órökrétt og grefur undan samstöðu stjórnarandstöðunnar sem að mikilvægt að veiti ríkisstjórninni gott aðhald. Ég heyrði formann Framsóknarflokksins miðla þeim boðskap til sinna manna helgina að sá flokkur mætti ekki verða pólitískt uppfyllingarefni. En það ekki einmitt það sem birtist okkur hér í dag? Ekki einmitt verið að nota Framsóknarflokkinn sem pólitískt uppfyllingarefni í þessum grátlega farsa? Fyrir okkur sem hugsum hlýtt til stjórnarandstöðunnar þessi málatilbúnaður sannarlega áhyggjuefni. Virðulegi forseti, tillaga vantraust á ríkisstjórnina ekkert gamanmál, sérstaklega ekki við núverandi aðstæður. Þegar við þurfum á öllu okkar að halda til að afstýra frekari efnahagslegum skaða 2 árum eftir bankahrun. Þjóðin hefur talað í Icesave-málinu og þrátt fyrir góð fyrirheit í sjónvarpsumræðum á sunnudaginn, í umræðum leiðtoga stjórnmálaflokkanna, hafa nú bæði forseti lýðveldisins og forystuflokkur stjórnarandstöðunnar lagt sitt af mörkum til þess að grafa undan viðleitni til að skapa hér víðtæka samstöðu þjóðarinnar markviss viðbrögð við niðurstöðum atkvæðagreiðslunnar á laugardaginn. Forsetinn réðst harkalega á aðila vinnumarkaðarins á sunnudag sem standa nú í viðkvæmum kjaraviðræðum og með vantrauststillögu sinni hér í dag sendir forysta Sjálfstæðisflokksins skilaboð það að hér sé pólitískur glundroði í landinu, einmitt þegar stjórnvöld vinna nótt og dag við að sannfæra erlenda þjóðarleiðtoga, matsfyrirtæki og áhrifamenn á alþjóðavettvangi að þessi þjóð sé fullfær að vinna sig út úr sínum vanda. Og verður sem betur fer ágætlega ágengt eins og viðbrögð Norðurlandaþjóðanna, ekki síst Svía, hafa sýnt á undanförnum sólarhringum. En fátt svo með öllu illt að ekki boðið nokkuð gott og þessi makalausa tillaga gefur ríkisstjórnarflokkunum velkomið tækifæri til að þjappa sér saman á bak við formenn ríkisstjórnarflokkanna sem hafa staðið af sér hvern brotsjóinn á fætur öðrum undanfarin 2 ár. Þessi ríkisstjórn með fulltingi meirihlutans á þingi hefur unnið þrekvirki í ríkisfjármálum, náð fjárlagahallanum úr 216 milljörðum hrunárið niður í 36 milljarða á þessu ári. Það hefur tekist að stöðva vöxt atvinnuleysis sem nú heldur lægra en fyrir ári þó enn sé vissulega mikið verk fyrir höndum. Kaupmáttur tekinn að hækka á ný. Verðbólga sú lægsta frá árinu 2004. Stýrivextir þeir lægstu sem verið hafa í sögu Seðlabankans. Úrvinnsla úr skuldamálum heimila og fyrirtækja gengur nú hraðar en áður. Erlendar skuldir þjóðarbúsins hafa ekki verið lægri frá árinu 2005 og síðast en ekki síst hefur jöfnuður aukist hröðum skrefum í samfélaginu þar sem kjör lágtekjuhópa hafa sérstaklega verið varin. Stjórnlagaráð tekið til við endurskoðun stjórnarskrárinnar, aðildarviðræður við ESB í réttum farvegi og endurskoðun fiskveiðistefnunnar að komast á lokastig. Við þessar aðstæður þurfa allir að halda haus, jafnt í stjórn sem stjórnarandstöðu, taka höndum saman að lágmarka skaðann af höfnun Icesave-samningana, hraða sem kostur meðferð þess máls fyrir dómstólum, sannfæra samstarfsaðila okkar ytra að við séum þjóð sem stendur við réttmætar skuldbindingar sínar. Mikilvægt að stjórnvöld og aðilar vinnumarkaðarins nái saman raunhæfa kjarasamninga sem færa launþegum sanngjarnar kjarabætur og atvinnurekendum svigrúm til vaxtar. Virðulegi forseti, nú tími til að láta hæl bítana finna hverjir stjórna í þessu landi. Það ríkisstjórn í landinu sem hefur nú þegar unnið þrekvirki, ætlar að gera það áfram
og á skilið víðtækan stuðning á þeirri vegferð að skapa forsendur fyrir nýtt, blómlegt samfélag réttlætis, framfara og jafnaðar. Nú er ekki tíminn til að færa landstjórnina aftur á steinaldarstig þjóðernis afturhalds. Ísland er land mikilla tækifæra og þjóðin hefur styrk til að brjótast í gegnum brimskaflinn ef við berum gæfu til að standa saman á þessum krefjandi tímum. Því segi ég að lokum, látum ekki niðurrifsöflin ná yfirhöndinni, styðjum ríkisstjórnina áfram til góðra verka.